Heimildir heimarafstöðvar. Það verulega áhugavert. Ég heiti Þórður Bogason. Fylgstu með. Nú ég kominn að Fossi á Síðu. Hér var byggð vatnsaflsstöð eða heimarafstöð af Sigfúsi Vigfússyni frá Geirlandi 1929. Fallhæðin mikil og sjá má enn í vatnsrúrið í gilinu. Það bratt að klifra þarna upp við að huga þurft að stíflu eða inntaki. Lónið töluvert frá og hefur verið mikil vinna að koma öllu efni upp til stíflugerðarinnar. En síðan skiptust bæirnir á vikulega með umhirðu og viðátt. Rauði punkturinn rafstöðin eins og sjá má á heimasíðu Orkustofnunar. Hér sjáum við túrbínuna. Þetta Pelton túrbína og hún tengd við rafalinn. Einnig má sjá fallega gamla Ford-muni. Rafallinn, hann danskur, Jernströms Dynamo 35 kW. Rafallinn og svo túrbínan. Sjáðu hversu vöndu smíði skóflurnar eru. Og síðan vatnsinntakið í túrbínuna þarna aftanverðu. Eins og áður við höfum skoðað þá eru heimasíðu Orkustofnunar upplýsingar heimarafstöðvar. Það þessi krá 25 kW. Ég sá ekki betur en þetta væri 35 kW. Ég var aldrei heppinn þennan daginn. Ég veið boðið kaffi að Páli Helgasyni og fjölskyldu. Fékk kaffi og kökur. Páll sagði mér að þessi rafstöð hafi verið í notkun alveg fram yfir 1970 þegar ríkisrafmagnið tók við. Við höldum áfram að leita og sjáumst í næsta.